Næsta dagskrá hjá okkur var CSS og við stoppuðum nú töluvert lengur þar, tæpar 5 vikur, 4 svona að fara yfir efni og svo ein í svona tæki og tól sem að fer aðeins líka yfir í næstu samantekt. En Cascading Style Sheets, Style Sheet, þetta við erum að skrifa stíla, við erum að skrifa eitthvað sem að gefur efnin okkar ljáir því eitthvað útlit. Og cascading út frá því hvernig CSS virkar, hvernig þetta flow eða cascade virkar og hvernig þetta fer yfir allt HTML skjalið okkar út frá því hvernig við skrifum það. Og þó svo við höfum notað með HTML þá það líka til dæmis notað fyrir SVG sem kannski það helsta sem að þið myndu ef að þið finnið eða nýtið eða þurfið að nota CSS á öðrum stað þá það í SVG, myndum, Scalable Vector Graphics. En það hannað til þess að aðskilja efni frá útliti. HTML, merkingafræðilegt, skipulagt efni, CSS tengist því og býr til útlitið. HTML-ið ekki að spá í útlit, bara merkingu, CSS spá í útlit. Og það eru 3 leiðir til þess að tengja þetta saman og þetta svona æskileg röð, en þetta alls ekkert, þetta svona bara, já, það að gera alls konar og maður bara lærir inn á þetta eftir því sem maður nota meira. Sum tól brjóta þetta þarna og setja til dæmis allt í style attributið á elementið. Það allt í lagi, það ekki performant og nota CSS-skrá. Það allt í lagi að setja í style block en aftur það ekki performant og setja í CSS-skrá. En þetta alls ekki bara eitthvað svona ein hörð regla það hvernig við notum þetta. Við vinnum með reglusett sem samanstanda af selektorum og yfirlýsingum. Svo getum við haft athugasemdir. Þannig að við höfum heilt reglusett hér. P-ið selektorinn, þeir eru nokkrar týpur og svo höfum við yfirlýsing sem samanstandur af property og value. Selektornir skiptast í 6 flokka. Þarna þið þurfið að geta þekkt munin á þessum 3 sem eru class selector með punkti, type selector sem bara heiti á elementum og svo ID selector sem með oktaþorpi eða hashtaggi fyrir framan. Og svo höfum við attribute selectorina sem eru með hotklofum, við höfum universal selectorin sem stjarna og svo höfum við þennan pseudo selector. Og þarna þessi 3 og hvernig þeir tengjast og hver þeirra hefur hvaða specificity. Þannig að ID með hæsta, class selector mest og type selector minnst. Þannig að þið getið þá allavega fundið út úr því ef það eitthvað, hvernig það haga sér og svo hvað gerist þegar við erum komin 2 type selectora eða 2 class selectora og 2 class selectora og 2 type selectora og hvernig specificity raðast í því. Og svo getum við tekið þetta saman og við erum með 4 gerðir samtengingum. Það helst bara bilið sem bara þessi selektor unni hlut 3 þess fyrir selektors og síðan stærren sem þýðir þetta strangt barn. Hann verður að vera fyrsta barn eða hann verður að vera barn, hann má ekki vera barnabarn eða þar lengra þessi selektor sem á undan gengur. Og svo hvernig við getum blandað þessu saman í alls konar. En svipað á HTML þá þessi villumeðhöndlun áhugaverð og leyfir okkur að gera eins og hluti. Í HTML við getum búið bara til okkar eigið element. Það þarf ekki að vera búið til í neinu í spekknum eða neitt og vafrinn mun birta það sem inni í því. Við getum búið bara til elementið Óli og inni í það bara H2 og eitthvað og það bara eitthvað, ok, flott, þetta bara element. Og þar af leiðandi þetta verið með þetta backwards compatibility og forward compatibility. Það þarf ekki að skilgreina. Þetta eru nákvæmlega öll elementi sem maður má nota núna í dag og svo stækkar sá listi eða minnkar í framtíðinni. Þetta bara fluid. Og sama með CSS. Við getum verið með yfirlýsingu sem með eitthvað eigindi sem bara ekki til í dag. Það verður til eftir einhvern tíma. Þá bara getum við skrifað inn og CSS bara hunsar það ef það þekkir það ekki. Og
þannig aftur hægt að búa til svona fallback virkni. Svo tölum við aðeins upp í senasta tíma, við sáum að það var einn spurning á prófinu fyrra, eins og með color, að við getum notað color, það jú þekkt eigindi, en það gildir það sama gildin, þannig að það einhver ný leið til þess að skilgreina liti sem að fer inn í eitthvað stærra litamengi en við getum unnið með í dag. Það gerir allir með HSL skilgreininguna. Hún kom inn en þá gæti ég skilgreint bara color red, þá það grunngildið mitt og svo annað fyrir neðan, color eitthvað HSL. Ef vafrinn skilur það ekki, þá bara hunsa. Og þetta gerir CSS mjög svona robust. Það er alveg hægt að gera þessar meira háttar villur, sleppa því að vera með að loka einhverju og það mun koma einhver þáttunar villa þangað til að það lokast eða einhvern veginn hann að recovera parserinn. En vefurinn okkar ætti yfirleitt ekki að skemmast þó við gerum ein mistök í innslætti á einhverju property. En hins vegar getur það vel gerst ef við gerum það í JavaScript. Bara ein villa í JavaScript skjali getur valdið því að öll virkni í forritinu okkar brotni. Og sérstaklega í því núna sem eins og þeir eru að gera þetta í hópurinn 2, að þeir eru að skrifa allt í JavaScript, að hvað gerist ef að þið óvart takið inn eitthvað JSON skjal sem óvart ekki til. Þá fáið bara hvítan skjá segi ég, og bara ekkert virkar. En ef þið væri með þetta í grunni sem HTML, þá myndi þið allavega fá óstílað HTML ef að eitthvað JavaScript virkni og CSS virkni myndi feila. En ef þið eru með HTML og CSS þá fáið allavega eitthvað sem lítur rétt út og virkar, ég get lesið það, ég get notað það, og svo JavaScript sem ætti að koma sem seinasti parturinn að vera búa til þessa interactivity ofan á það sem við áður höfum. Þannig aftur, ég sagði ekki nóg sterkum orðum við erum að fara yfir verkefni 2, en þetta ákveðin veikleiki í þessari aðferð sem þið eru að nota í því og ekki æskilegur til frambúðar eða í svona stærri verkefni að gera þannig að þetta sé allt bara búið til með JavaScript, heldur að vera með þetta server-side rendering eða vera með HTML grunninn búinn til áður en við förum síðan að setja eitthvað JavaScript ofan á. En já, yfirlýsingar í CSS, eigindi, gildi, property og value. Einfaldur syntax, en eins og mörg ykkar hafa fengið að kynnast, erfitt að læra og mjög erfitt að verða góður forritari, CSS forritari, framhenda forritari í þessu. Og ég held ég hef sagt það, en ég ætla að segja aftur. Ef að þið farið út í þá vegferð að virkilega læra CSS og virkilega spá í því hvernig á að skrifa CSS og nýta þessar nýju leiðir, hvernig á að nota grid, hvernig á að nota flexbox, þá eru þið alveg í sér hópi, af því það eru ekkert það margir aðilar sem gera það og eru virkilega góður í CSS. Svo getum við notað shorthand, það getur verið tvíeggjasverð, af því að það skilgreinir eitthvað gildi með default gildinu ef við sleppum því. Svo eru mismunandi tegundir af gildum og einingum og hvert eigindi getur tekið mismunandi gildi og eitthvað af þessu eitthvað bara sem við lærum, eins og að margin og padding og width og height taka þessar lengdar einingar, hvort sem eru nákvæmar eða hlutfallslegar, en síðan þetta bara þetta að við þurfum oft bara að fletta þessu upp til að vita hvernig það virkar. Og þá eru letur hlutfallslegar einingar, þar horfum til font size eiginsins og eru þetta EM og REM gildi. Og það er svona margföldur sem á sér stað þarna sem svolítið skrítið í CSS. Svo erum við skjáprósentu einingar sem eru hlutfallslega miðað við stærð viewportsins eða gluggan sem vefurinn okkar að teiknast í. Og þá eru til dæmis með viewport width og viewport height, en í seinni tíma eru komnar einhverjar 29 svona einingar út frá alls konar mismunandi hlutum sem við fórum ekkert sérstaklega yfir. En aftur, ef að þið farið þá að fara að læra CSS virkilega, þá getur það verið eitt stað til að byrja á hver munurinn á þessu, hvað getum við notað hvenar, hvað eru kostur og gallar þess og svo framvegis. Svo erum við með box módelið sem var eitt af svona fyrsta sem kom og
Já. EM sem sagt byggir á gildi sem kemur frá foreldrum. Þannig ef ég með selektor sem content og inn í content ég með paragraf element og inn í því ég með einhvern texta og ég segi paragraf selektorinn á að vera með font size EM1 en font sizeið á content elementinu EM2 að þá horfir það upp síðan og segir ok, og hver grunnstærðin? Ok, það 16, þá ég með 1x2x16 pixlar. Þannig að þá margfaldast þetta. Ef ég síðan með að content 3 og paragrafið 2 og þá margfaldast það tvennt saman. Þannig að margfaldast upp tríið. Það horfir á foreldrið upp tríið. Rem horfir alltaf bara á relatíft við grunninn. Þannig að þá segir það, ef ég myndi breyta því að vera rem í stæðan fyrir EM á paragrafelementinu, að þá myndi það verða bara 1 rem og þá myndi það segja alltaf 16. Svo breyti ég grunnstærðinni í 30 og þá verður það 30. En EM, þá margfaldast það upp tríið. Og þess vegna getur það stundum, maður bætir við einhverju font size skilgreiningu einhvers staðar í miðjunni og þá allt í einu brotnar allt þar fyrir neðan. Já, svo box-módelið og það þetta að því í grunninn finnst mér allavega gott að hugsa hluti í CSS sem réttinn box sem við erum bara að manipulera og þá í raunstærð þeirra alltaf reiknuð út frá box-módelinu. Hvað breiddin á því efni sem inni í því, hvað með mikið padding, hvað með mikið border og hvað með mikið margin. Og út frá þessu þá kemur allir inn í það passa flex itemar inn í flex línundar sem við erum að vinna með. Þegar þá stærðin á boxunum reiknuð út frá box-módelinu. Og svo getum við breytt við hvernig box-módelið reiknað með því að nota hérna border box eða content box. Og þá erum við að taka með margin og border. Þá það content box. Erum við bara að horfa á padding, þá það border box. Content box, border box. Og það skiptir máli bara hvað það stórt og hvað það tekur mikið pláss og eitthvað sem maður ekkert að reikna þetta endalaust á meðan maður að vinna í CSS en maður lendir stundum í því að þurfa bara að hugsa ok, af hverju þetta flæði nýja línu, ég vill ekki að það flæði nýja línu ég þarf hugsanlega eitthvað að eiga við það hvernig það að skilgreina stærðina sína og hvað að taka mikið margin og á ég nota padding í stæðan fyrir margin eða hvað og vita þá hvernig maður reiknar þetta í box-módelinu. Það eru yfirgnæfandi líkur að það verði eitt dæmi þar sem þið þurfa að reikna hvernig box-módelið hver stærð á einhverju elementi út frá box-módelinu. Svo þetta sem ég nefndi áðan með ID-selektorana, attribute-selektora og gerfiklassa og fjöldi element og gerfi-elementa í selektorum. Þannig að bara muna þessa röð, ID, við notum það ekki af því að það með svo hátt specificity. Attribute selektora, þar með talið class-selektorinn, punktur, af því að hann attribute, hann bara shorthand með punktinum. Og svo fjöldi elementa, þannig að elementin eru neðst, ID eru efst. ID, hátt specificity, element, lægsta specificity, þar á milli attribute selektorinn, sér í lagi class-selektorinn. Og svo hvernig þetta fernt, þannig að þetta ekki lagt saman. Ef ég með eitthvað sem með ID-selektor þá það alltaf hærra en allir attribute-selektorar, gerfiklassa-selektorar, element- og gerfi-elementa-selektorar fyrir neðan. Ég mun aldrei ná að komast yfir það nema með því að nota annan ID-selektor. Og þetta gildi í rauninni þetta sértækni gildi, specificity og fernt og kemur síðan inn í það þegar við erum að fá að vita hvað af CSS-inu okkar á að applæja eða á að eiga við hvert element sem í skjálun okkar að þá fer vafrinn í gegnum þetta allt, reiknar út fyrir hvern einasta selektor, hvað specificityið og svo fyrir hvert einasta element á síðunni hvað ert þú
og svo út frá því hvaða reglusett eiga við hvert element. Já, ok, þú ert paragraf sem ert ekki með class, ok, ykkur paragraf selector, já, nei, og allt þetta, og þá það síðan, ok, hvaða reglusett eiga við og hvaða skilgreiningar eru þarna, já, og svo á endanum, þú veist, hvaða gildi fær hvert, hvaða gildi fær with, skilgreind einhver with, ok, það gildi, annars eitthvað sjálfgefið gildi, og þá það, þú veist, box og inline, tekur alla breiddina eða tekur eins mikla breidd og það þarf, en já, þannig að allavega, specificity, vita hvað það hvernig við reiknum þessar fernd, flowðið, eða cascadeið, hvernig það tekið og það unnið úr öllum elementum og öllum selektorum til þess að finna hvaða gildi síðan í raun og veru sett á hvert element fyrir sig. Svona allavega þetta svona high level, og ef þið viljum fara dýpra, þú veist, hvernig þetta, þú veist, með þessa 3 staði, þetta ykkur 7 liðir eða lengra, ég man ekki nákvæmlega, sem að þú veist, hvað reikna hvar, hvað gerist með important og svona, en það að dýptina, allavega að vita, specificity og cascadeið. Sér erum við með visual formatting módelið sem skilgreinir bara hvernig display, block og inline hega sér, hvernig eðlilegt flæði í grunninn sem í raun að block tekur allt lárétt pláss sem í boði og inline tekur eingöngu það sem þarf til þess að birta efni innan þess og leggst síðan uppið systkini sín í elementunum, þannig að þetta svo að þeir eru að vera með paragraf þar sem við erum með strong og a-href og eitthvað svona, og það fer ekki allt í nýja línu, það bara leggst saman og flæðir saman sem texti. Staðsetning með position sem við fórum ekkert svakalega mikið í og ekki eitthvað sem er mjög ólíklegt að verði á prófinu. Og síðan float sem við tókum svona örlítið þarna í verkefni 2. Við vorum aðeins að vinna með hvernig við getum sett myndir, fleytt myndum til hliðar. Og það líka eitthvað sem er mjög ólíklegt að komi fyrir. Og svo þriðja víddin sem líka eitthvað svona hvernig við getum stakkað hlutum á seta-ásinn til þess að passa upp á það að ákveðnu hluti leggist yfir ákveðna aðra hluti. Já, þetta sem ég sagði á hann með eðlilegt flæði og svo staðsetningin. Þetta eitthvað, ef það eitthvað, þá það hver munurinn á position absolute og position relative. Það svona ef þið ætla eitthvað að kíkja þetta. En aftur, mjög ólíklegt að koma einhver spurning position. Leturgerðir, það eru alls konar. Það eru alls konar sem við getum gert til þess að eiga við letur. Og við notuðum í verkefnum að skilgreina font family og eiga við eitthvað font style og font weight og hvernig við erum að nálgast það og sækja þetta yfir á Google Fonts, þar sem við náðum í þetta og skilgreinum þetta með okkar eigin attreglum. Svo bakgrunnir og litir og þá erum við með þessi ýmsu background eigindi sem við getum notað til þess að eiga við hvernig litir og myndir eru settar í bakgrunn, hvort það endurtaka sig eða ekki. Og já, svo þetta tengist aðeins þessu sem ég var að tala um áðan með villumeðhöndlunina og þetta svona progressive enhancement hugtak sem þetta, byrja með HTML, leggja á það CSS, leggja á það JavaScript virkni. Og bara hvað það minnsta sem við þurfum sem krefst minnst af tækjunum sem munu birta vefinn okkar. Og svo gera þetta betra og betra og betra. En alltaf að þetta sé unnið frá einhverjum grunni sem bara hvað það sem ég vil koma til skila. Svo notum við töluvert mikið CSS Custom Properties, eða CSS breytur variables. Þá þetta til þess að geta bara skilgreint á einum stað, lit, stærðir og eitthvað annað og síðan vísað í það. Og það bara eins og með breytur almennt, geta auðveldað og bætt lesanleika. Og þá fallback, eins og við töluðum með áðan, aftur tengist inn í progressive enhancement og villumeðhöndlun.
Flexbox, tókum bara heilt verkefni þar sem við vorum bara að æfa Flexbox og hvernig við getum notað Flex containera sem við erum skilgreinir með Flex, Display Flex og svo þau börn þess elements, einu börn þeirra, ekki barnabörn eða neitt, heldur bara eingöngu börn Display Flex elementsins sem verða þá verða Flex items og hvernig þau eru aðast og hvernig við getum tengt þetta saman. Flexbox eða Flex container inn í Flex container inn í Flex container til þess að búa til flóknari viðmót þar sem við erum hugsanlega eitthvað sem að raðast niður, raðast síðan til hliðar og svo aftur niður og þannig getum við skilgreint hvernig hlutirnir taka pláss líka. Og þetta er þá þessi meginás og þessi cross-ás. Tókum eitt dæmi, það var eitt dæmi á prófinu fyrra sem við töluðum aðeins í seinasta tíma. Svo út frá þessum pælingum í Flexbox þá eru logical properties. Hvað ef við tökum þessa pælingu hér að vera með main axis og cross axis og notum það almennt. Það er að segja, við erum ekki að nota einhverja physical properties eins og vinstri og hægri eða top og bottom og nota það sem einhvern grunn. Af því að segja að texti sé alltaf frá vinstri til hægri er ekki rétt fyrir stóran part af heiminum af því að það eru margir kúltúrar sem ekki lesa frá vinstri til hægri en þeir lesa alltaf frá einhverju byrjun til einhvers enda. Þannig að þá eru það sem logical properties gerir er að koma með þessa pælingu almennt inn í CSS og reyna að fjarlægja alls þar sem er talað bottom og left og allt það og nota þá blokk eða inline í staðinn. Þannig að þá sjáum við padding blokk eitthvað. Það skilgreinir hvað gerist vinstra og hægri megin. Svona fyrir okkur sem við lesum frá vinstri til hægri en ef við lesum frá topp til botni þá er það fyrir ofan og fyrir neðan elementið. Og allt tengist þetta svolítið svona saman svona heimspekilega í þetta hvað, responsive webdesign eða skalanleg vefhönnun, að gera þetta. Þetta er ekki hvítt blað þar sem allt er fast. Þetta er allt fluid. Þetta er allt fluid út frá því hvað við erum með þetta stórt, hvernig tæki við erum með, hversu capable tækið er, hversu mikið net við erum með, hversu hratt það er. Þetta tengist allt saman í það að vera svolítið svona sveigjanleg, að vera svolítið fluid, að aðlaga okkur að þeim aðstæðum þar sem að verkefnið okkar birtist. Og þessi þrjú atriði hérna í skalalegri vefhönnun, að vera bara með sveigjanlegt umbrot eða layout, vera þá með einhverja grind sem hjálpar okkur að staðsetja hvar hlutinir okkar eiga að vera og svo með sveigjanlegt svona embedded content eins og myndi og miðla, að myndirnar okkar, að þær passi inn í, að þær stækki og minnki og svo vera með media query sem getur hjálpað okkur þá að velja hvenær eitthvað eigi að hætta að vera svona eða hinsegin eða taka mikið pláss, hversu marga dálka átt að taka eða eitthvað. Og svo núna, það sem við fórum ekki yfir, en aftur eitthvað sem þau getur kynnt ykkur nánar, container queries, það sem í staðinn fyrir að horfa á allan skjáinn, allt viewportið þegar við erum að nota media queries, bara ég með svona stóran skjá, það er svolítið takmarkandi, þá koma container queries að segja, ég inn í container sem er svona stór? Þá getum við síðan nesta það inn í fleiri containera, þannig við getum búið til komponenta, eins og eitthvað svona card element, sem haga sér öðruvísi eftir því hversu mikið pláss er bara í containernum sem það er inn í, ekki hversum stórum glugga það er birt í. Og það er aftur svona tækni í CSS sem er að bara eiginlega núna svona alveg að springa út. Er komið nógu góðan stuðning til þess að vera notað í öllum vöfrum. Firefox var svona lengstur að adopta það. En getur gert það að við getum búið til skalalega vefi þar sem að þarf ekkert að nota eitt einasta media query. Og svo metaname viewport sem ég nefndi áðan ætti hugsanlega að vera inn í grunn HTML-inu sem er það sem að með því að setja device with þá horfum við ekki á upplaust tækisins heldur hver er breidd þess í raun og veru. Það gerir aftur þó svo að við viljum ekki hugsa í pixlum þá verðum við alltaf á endanum að hugsa í einhverjum pixlum. Af því að það er svolítið ef við erum að nota media queries þá hugsa allt í pixlum. En ekki hugsanlega ef við notum container queries þá getum við kannski losa okkur frá þessu. En allavega, metaname viewport, hvað það er og hvernig það
lætur okkur, hvernig media-hverjun okkar þurfa þess til þess að geta gert þetta út frá raunstærð tækisins, ekki frá upplausn þess. Mobile first, önnur svona pæling sem kemur inn í þetta, að vera svona fluid, vera responsive. Byrja í næsta með minnsta skjáinn og vinna sig upp. Og svo byrja með minnsta efnið og svo vinnum okkur upp. Sveigjanleg grind, það er bara þetta að nota hlutfallsleg gildi, ekki nákvæm. Þannig að þó svo að ég sé með 300 pixla til þess að vinna með eða 3000 pixla til þess að vinna með í breiddina á skjánum sem ég er að birta í, að þá get ég byrt það alveg allan skalan þar á milli. Og svo getum við nota fest umgjöruna með max width til dæmis, til þess að skilgreina þetta fari ekki yfir eitthvað ákveðið, en responsive, þetta er ekki bara að hugsa um það hvernig vefurinn okkar lítur þegar hann er birtur á minni og minni tækjum, þetta er líka hvernig hann er birtur á stærri og stærri tækjum og alveg upp í bara risastóra skjái með háa upplausn. Svo tókum við smá æfingu í transitions og animations, en ekkert rosa stórt, það var svona partur af einu verkefni. En það er aftur staður þar sem er hægt að fara mjög djúpt og núna til dæmis voru að koma nýlega ný tækni eða ný virkni í CSS og í HTML sem leyfir okkur að búa til svona view transitions, þar sem að þú ert á einum stað, á einum vef og svo ýti ég einhvern link og þá fer ég yfir á annan, en ég kannski er með card og það er einhver mynd og ég vil að sú mynd fylgi og verði stór á detail síðunni fyrir það efni. Svona ofta eitthvað sem maður sér í einhverjum appum. Þú ýtir á eitthvað á lista og myndin bara svona stækkar inn í eitthvað pláss. Og nú komur stuðningur fyrir það. Maður getur progressively enhansa það. Þannig að bara, ef það er ekki stutt í tækinu, þá bara ferðu úr lista þar sem að myndin er hér og þú fær bara hvítan skjá í örskot stund og svo birtist myndin á hinum staðnum. En ef stuðningurinn er til staðar, þá getur þú skilgreint hvernig transitionið er, á það að vera eitthvað svona stækkun með einhver ákveðni hröðun, á það að vera eitthvað annað og þarna er búið að bræða saman einhvers konar HTML skilgreiningar og CSS skilgreiningar. Mjög skemmtilegt. Og þetta er, þegar við erum að vinna með þessa kvikun, að þá er þetta yfirleitt bara hvað á að breytast, ákveð löngum tíma og með hvað hröðun. Og svo er það yfirleitt að vafrinn sér rest. Svo tengist inn í þessa grind og þetta layout pælingarna sem að nefndi þess áðan, að nota tækni sem að er hönnuð með það í huga, sem er CSS grid, og hvernig við getum skipt upp verkefnin okkar, þar sem við erum að hugsa um layoutið á vefnum, hvað er header, hvað er footer, hvað er meginmál, hvað er navigation sem á að vera til vinstri ef við höfum nóg pláss, eða til hægri ef við höfum nóg mikið pláss, og hvernig inn í það sem púslast komponentin eða efnið sem við erum að vinna með. Að hugsa þess að verkefnin okkar, layout versus components. Og þá erum við aftur með þetta pælingu, containers og items, sem var ein af stærri spurningunum í prófi fyrra. Og CSS Grid kom með nýja hlutfallslega einingu fyrir fraction eða hluta af plássi og hagar sér, byggir á svona þessu hvernig flex grow hagar sér, þess að við getum sagt flex 1, flex 2 og þá getum við reikna vafrinn út frá því hversu mörg flex vilja fá svona mikið. Þetta er hlutfallslegt, þannig að það er bara þú vilt 1 og þú vilt 1 þá fá því, já, þú vilt 1 og þú vilt 4, þú fær þá 4,50 og þú fær 1,50 og svo reiknar vafrinn þetta út og þannig getum við stýrt í hvernig plássinu er dreift. Og svo eru alls konar svona föll, þið eru ekki að leggja þetta á minnið en það getur til dæmis lesið út í hvað repeat, sem við notum þegar við erum að búa til grid, gera repeat 1FR12 til þess að fá 12 dálka grind sem er skipt niður í jafnar hluta. Svo viðmiðunarreglur, þið kannski lenti í þessu í hópverkinu 1, að skipuleggja ykkur aðeins í kringu það hvernig ætlum við að búa til klassa, hvernig ætlum við að gera þannig að ég skrifa list og þú skrifa list og ég skrifa item og þú skrifa item, að það fari ekki að klassa saman. Og hvernig ætlum við að nota þetta layout, ætlum við að nota grind, hvernig ætlum við að vera
hvernig hagar hún sér, hvernig er layout versus components. Þetta er bara svona að tala saman og skilgreina og eins og Keli fór yfir hérna þegar hann kom með gestafyrirlestur hvernig þau eru að hanna og vinna verkefni hjá Símanum, hvað það skiptir miklu máli að tala saman og skilgreina þetta. Af því að þó svo að þú sért með hönnuð og forrita sem setja hlið við hlið, þá geta myndast getur eitthvað verið óljóst, það getur verið misskilningur, og hvað þá ef þú ert með teymi sem er jafnvel í sitt hvora landinu og þú þarft að búa til eitthvað kerfi, hafa eitthvað sem gefur bara guideline um hvernig við erum að vinna þetta. Og svo þegar það er ekki nóg, tala saman. BEM, eitthvað sem ég hef aðeins notað, fórum ekkert neitt rosalega mikið í það. Þetta er ekki eitthvað sem verður spurt um en þið getið nefnt. Og það er CSS. Hvað spurningar? CSS. Þvílík tækni.